Sælir og verið velkomin á pottið með fyrir eitthvað. Herru, ég ætla að bjóða honum með Hilmir. Hjartanlega velkomin á pottið. Bara frábært viðtal. Hilmir, hann vinur minn frá grunnskóla og hann líka artisti. Hann frábær artist. Hann meira sér að gera veggspjald. Þannig það veggspjald fyrir pottið sem verður komið á TikTok vonandi núna. Þannig að checkið á honum, við getum séð links in the description. Og Frikki Módrær á TikTok fyrir bestu podcast TikTokin á Íslandi og eða að leita ykkur að ykkur eigið veggspjald þá það veggspjald á Facebook til að panta ykkur tjekkja þessu telefónu á podcasti Hilmir Hilmir, þú ert bæðið svo listamæður þú varst í gamlu YouTube innvöðum mínum back in the day, way back sko Golden Panda, the good old days the good old days en nú ertu ekki útskriður FS eða? Nei, ég var bara eftir að taka nokkra basic áfanga eftir já. En annars listan, sko Nei, svo því út í listabrautinu eða ekki Jú, listastúdent, sko Alveg verið að búa hjá þeim og nú ertu alveg búin að taka fullt af verkefnum minni Keflavík og mála fullt af dóti og bara take us back maður, ég meina þú varst að tala um listasýningun á hann það svafst ekki 5 daga hvernig... Ok, listasýningi var þar sem ég var svona ég var að taka 9 eða 11 áfanga já. Og þá kom kennarinn, já, þú ert að hafa þessa listasýningu ég bara, já, ok, perfect ég skal gera Þórverk, Beatlesverk og eitthvað fullt af öðrum smáverkum já. Og þetta voru kannski svona 90-180 og svo 90-6 svona aðeins stærra en ég var bara alltaf að vinna í því og svo bara kom hei, þú voru að gera ritgerð og ritgerð áfangin var kannski svona 1-2.000 orð hver verkefni Jesus, man. Svo já, þú voru að gera þetta glæri kynningu, þetta próf og maður það var bara eitthvað sögum tíma þannig að þú varst í listasýningu já, og þetta var eitthvað byrjun maí sem sýningin var og ég bara, ok, ég var það að drýma þetta klára þetta, þannig ég bara í bílskurnum og næ bara fullt af vínumplötu til að hlusta á til að hafa eitthvað svona stuðning á já. Hann kannski einu horni ég að mála Þórverkið, bara láta það liggjandi svo hitt svona Beatles á stríða hann svona hér, ok, svipa litanótkun fyrir hérna, ok, þetta tekur nákvæmlega 15 mínútur, ég skal reyna að sofna í smástu vatna svo, mála og þetta gekk í svona 5 daga og damn þannig að þetta svona alvörunni svona struggling artist bara ekki bara klára verkefnin ég kom hann að við kennaran, má ég ekki gera þetta heima og ég yfirleitt bara vakandi í svo marga daga, nei, þú voru að koma með þetta í skólan Hann ég þurfti að gera þetta heima og bara ok, ég þarf að pakka þessu setja þessu í skólan, draga upp á 3. hæðina, fara svo aftur niður klukkan 10, fara svo með það heim fara svo í annan tíma að gera próf great og ég ákveða svo bara setja það eftir ég er búin að drekka eitthvað ég veit ekki hversu mikið orkudrykkjum ef ég bara vissi að myndi halda mig vakandi í 10 myndi ég veit ég þambaði og á 5. daginn ég byrja að fá svo mikið kaldan svita ég lyktaði svo skítur ég bara eitthvað withdrawal sérna með ég er bara crack addict með ándjók ég var bara það dauður og svo fór ég á sýninguna ég þurfti að klára smá eftir að Beatlesverkinu ég bara við 1000 staffið bara my please klára og kennar bara nei, gera þetta svona þannig þið komum bara já, maður alveg taka verkið heim bara sneita, bara komdu með fyrir mér þakka þannig ég bara fór full speed bara flash mode og gott fólk enna með og ég var bara svona þeir setta hún bara vá myndin öðruvísi bara og þessar ég með 4 myndir fyrst var ég mála hitt var bara svona comic verk síðan bara gera fyrir löngu og fólk var bara gerði þú þetta ég bara já væntalega fannst ekki bara neti ég bara það var hvort var það heiður já akkurat þetta var eins og kopíara bara já þetta var bara eins og ok, svo það svo ég gerir Supermark byggt á Smallville já þannig að kennarinn var bara eitthvað wow og ég bara eitthvað, hvernig finnst þér? Vá, hvað þið íklar pixlað þetta er bara pixlað, ég bara eitthvað hvernig finnst þér það? Þetta er bara ómikið pixlað ég bara, þetta er please sagt mér hvort þú finnst þér bara gott eða ekki það bara, já, þessar myndir fórst ekki saman ég bara, já, ég bara splæsaði 3 myndir saman og hann bara eitthvað þú árið að kenna flott og svo it's fucking terrible bro
Já, hann var bara, it's fucking terrible. Ég gerði þetta líka í Word til að sæsa myndina. Word maður sælir Skólinn tímir ekki að borga fyrir Photoshop. Nei, guð, fucking nei. Það þú, ef þú ert nota Photoshop eða eitthvað Adobe, just crack it. Hættar en að borga fyrir þetta í Íslandi, þetta alltaf dýrt sko. Ok, ég ákvæði svona, ok, mér langar að fá nýju útgáðinu svona 2021 og ég er með 2018 eða eitthvað. Já, akkurat. Svona stá 30.000 og svo bara, já, út af Ísland eitthvað hérna keftaði. 60.000 fyrir eitt ára og ég bara, fuck nei, og þetta er basic. Já, þetta þú getur líka, þú getur ekki keypt subscription á netinu í Ameríku og þetta gera gegnum íslenskar síður þetta. Já, ég er reynda að nota VPN og eitthvað. Já, ok, reynar maður. Og þeir voru bara eitthvað, nei. Fuck you. Það er léttar að fara á tónett síðu og bara dansa. Ákvæmlega, bara notið Pirate Bay. Pirate Bay, baby. Pirate Bay. En er þetta mikið svona í listabrautinni, bara að kennar eru bara, fuck you, verður að gera þetta svona. Ég elska þegar kennar eru bara svona, þú getur gert betur, þá er ég bara, oh thank god, hvað getur ég gert betur? Ég er svona, ég elska að heyra gagnrýndur, veist. Því ég er með annan kennara sem var bara svona, já þetta er fínt, ég bara, ok, hvað getur ég bætt í? Það bara, þetta er bara nóg, þetta er alveg vel gott hjá, ég bara, please, segðu mér. Ég kom með þess að einn annan kennara bara svona, gerði svona hlutfald vitlaust, bara hvernig finnst þér? Þetta var mjög gott, ég bara, virkilega, hvað með þetta? Varst þú bara eitthvað, bitch don't know nothing. Já, ok, hún kennir ekki sem list alveg, hún er bara að kenna alltaf að áfanga líka. Já, þú þarft svona meira, bara, þú verður að bæti þessu, þú verður að gera svona, þú vilt fá svona meira svona pressu. Svo líka þegar maður tekur alveg heilan anatómi áfanga, lærir inniböður og allt það, þá ertu bara svona, ok, I know this. Já, varst að læra að gera, teikna vöðvana og höndunum og allt það. Já, ég ger alveg, samt með það var eitthvað síðast vikan í FS, eða önnunni, það var svona, ég kláraði að gera heila baunagrind og kom ég að hérna, hann bara, ha? Hvað tók ég langa tíma? Ég bara, kannski svona 25-30 mínútur, tók blaði, hann gerði þetta á 30 mínútur og það voru alveg gerli sem ég bara, þeir eru búin að vera lengi á þessu. Listen you fucking knuckleheads. Já, hann var bara eitthvað, get shot, bara eitthvað. Vel gert maður. Fucking bara eitthvað, fuck you restin of the class. Dulleikur út. Og svo líka, það er alltaf kent ég svona að fyrst gera mér auðvelt og kennarinn mér tók hauskúpuna. Ok, það var easy. Svo tók hann kjálkana og bara beigla, teikni eftir þessu og miklu erfari og bara svona, wow, núna get ég gert það. Já, hann leta strax verið erfiðar fyrir og nú ertu bara. Varstu alltaf svona að teikna á svona þú veist í grunnskóla? Eða byrjar þetta svona meira í FS? Varstu ekki bara Simpson teikningunum? Nei, þetta er ekki. Fucking, það var alltaf, ég teiknaði einu sem Bart og svo var bara eitthvað, getur þess mynd aftur og bara, aftur og ég bara, eftir ég er búin að gera eitthvað 100 skissi, ég bara, veist hvað ég nefnir þessu. Var það fólk að byrja að gera svona Bart Simpson og eitthvað? Já, og svo líka, ég byrjaði að lesa svona myndasögur og það myndasögur er basically myndir án budget, þú getur bara full credit, wow, þetta langar mér að starfa í framtíðinni, en svo líka datt ég út úr list og það mér langaði að vera svona DJ, já, sem var aldrei neitt. Nei, keiftur á þig equipment og byrjaði að vera alveg. Já, ég er með plötuspilar og annan plötuspilar. Já, ég var með, ég veit ekki hvað sampúrin eru, en ég er svona, veist hvað, ég er ekki að nenni að vera á sviði bara. Þannig ég var svona, byrjun FS, ég bara svona ætlaði að fara á læknifræðibraut. Svo tók ég ykkur áfgang, ég bara, wow, þetta er boring fyrir mig, sko. Svo var ég bara að teikna hér og það, ég bara, veit, ég fer ekki bara að pröfa listabrautunum, þeir komum við svo við mig. Þú veist þú fyrir listabrautunum stúdent, það var lengur, ég bara, ok. Það er alltaf með stúdent. Ég meina, það er best sem ég get gert, sko, því að núna er ég búin að fá verk hér og þar, sko. Já, þú múið að gera fullt af drastlíðin í Keflavík með það. Já, jokes. Hilmir, þannig að take us back. Hvenær var svona fyrst sem varst bara eitthvað, ég byrjaði að teikna, var það Bart Simpson? Byrjaði bara virkilega að fíla það bara? Nei, mér langaði alltaf að teikna þessu svo óvitjun, ég bara svona kvönda ekki út að Bart var mjög basic og alltaf syngt svona tutorials, en svo setna var ég svona, eftir að byrja að lesa Spiderman-blöðuð og eitthvað, þá var ég bara, wow, þetta er svona áhvert hvernig það lítur út og svona. Nei, líka þegar hann svipar sér, það notaði svo mikið arkitekt bara frá mismunandi angles sem er alveg, eða þú ert að teikna arkitekt og karakter á saman tíma, þetta er hörmulegt að gera. Já, mennur byggingar og svona alltaf. Já, þú ert að hafa kannski sem er svo blasinni hér, þú ert að hafa kannski myndir hann hérna og karakterin hérna svona, fyrir meiri spennu.
maður bara, vá. Já, Þetta bara langar- hvernig þeir ná að gera þetta allt í einu. Já, ég er svona kvint ekki hér og þar, en svo byrja ég svona hægt að róla svona fyrstu 2 önnur sem þú tekur listabærin, það bara gerir kassa, Já. hring og ég bara, fuck this, það er svo margir hvað þið eru bara, þetta er hörmuleg. Já, Ég var alltaf að venta og svo bara þriðaðunin, það bara læraði að gera hönd sem er mjög flókið, það er eiginlega, ég hef heyrt það er sérstaklega þú veist, á TikTok og eitthvað. Alltaf gælur ykkur að vídeo bara nobody can do hands. sko það er best að gera það sem ég fannst, það sem setur bara plast, handskáði, teikna svo bara línu hérna, línu hér og gerir svona hérna, bara fyllir inn bara alls þar hér og svo gerur kannski svona eitthvað, það er bara já, línur er hérna, en ég get alveg létt til að gæta það. Ok, alright. Ég var þetta góð útskýring. Já, ég er ekki listastjórinn, en fólk sem er að hlusta á þetta bara, what the fuck does he mean? Sérstaklega þegar það er fucking hlusta þetta í bílnum eða eitthvað. Já, það er svona sem ég hlusta podcast akkurat í bílnum og veist, það er eitthvað útskýra, þú bara tekur þetta svona og setur þetta og bara boom, bing bang boom og bara veit ekkert hvað er í gangi. Svo líka hvað var það? Eftir höndunum, þú lærir að gera hendur í þriðjan. Já, í þriðan og Já, byrja að læra þetta aðeins betur. svo setna, ég held annarkvort var miðjön eða setna önnin þar sem var bara svona anatómía og ég bara, vá, við fengum fullt af hefti, það var smá weird, við fengum alltaf mikið hefti af svona nekti fólki, sko. Bara það að teipna þetta í. Þú veist, þannig að kennina var bara þegar svo gerðunar, vá, þetta er lítið vel, svo gaur hún þetta, Stína ekki að teikna fucking bál, sko. Þannig þegar bara eitthvað, þú veist þú þarf að teikna fungi, ég vega, Já, ég nenni því ekki. þetta er bara að tengja eitthvað, Já, tegna hárinn og... já, hann horfði á gerðunar og bara, þetta er næs. Þú fórst þú einhvern tímann í svona tíma sem að var einhver, þú veist, nakin já. í miðunni. Það var eitthvað tal um að hafa þannig. Já, svo bara gerst ekkert það. Nei, það er hvernig heiminn og við komum núna, sko. Já, svolítið að má ekki neitt. Ég sem bara að heyra að það er leift í listaháskólum, en ég veit ekki. Já, það lítur að vera leitt meira það, sko. Þannig að var sem bara svona einhver beinagrind sem var FS, sem var alltaf fengið í láni, þú veist, frá Holtaskóli var alltaf að fá í láni. Já. Það er að beinagrindin var vel klístruð og bara hrinn í sund. Er fólk að ríða þessari beinagrindu? Ég er að mæta hald, ég snerti svona einu sinni bara Come shots allstar í rassinu. Rassabinnu hana. einhver setti skó á þetta Skó. á hérna já. botnin og ég bara eitthvað ég þarf einmitt að læra hvað það að gera tærnar. This motherfucker, man. Ég held að ég með þess að þekki ykkur. Ok, fyrir þá bara í hana. Hversu mörg verkefni ertu nú að gera hérna í Keflavík? Og kannski svona segja ykkur frá verkefnum. Hvað er kannski uppáhaldið? Sko, þetta var svona í Hughreyfi bæ listaðinnan. Já. Og við áttum að gera svona alls konar verkefni í bæ, en við áttum að gera líka meira, en það var bara alltaf Ridning City, sko. Já. Sunny Cap, baby. Svona ekki. Og hann við vorum að gera því svo hérna í skrúgarunum eitthvað. Ég sá því. Já. Þið voru málað fullt af svona málsáttum og... Já, það var fucking weird að mála þar út af því að þú veist, þú vorum að kannski að mála og alltaf einhver fara niður og hlaupi húl svo fram og tilbaka. Þú veist, hann kom bara þegar gellunar einhver gella var, ég er bara alveg vissi og hann bara mad simpin, sko. Mad simpin. Og svo manni, ég voru bara að taka eitthvað keilur í burtu, settu til hliðar og svo er ég svona kíkja eitthvað smá tilbaka og ég bara eitthvað sé bíl bara keira niður og það er að fara eitthvað niður hjá eitthvað, ég veit ekki alveg hvað það heitir hliðin á Björla bara eða eitthvað. Nei, Björgin eða eitthvað. Já. Já, það er að fara hann niður og ná eitthvað fólk. Svo sé ég bara eitthvað risa bíl, ég bara eitthvað Fannar, hann bara eitthvað Fannar. Verður að bakka niður hana bara. Já, bara við vorum bara, what the fuck. Stopp. Málsátanir. Já, veist, ég held að það var eitt skiti, þeir gera þetta aftur og aftur, ég má bara, what the fuck. Bara áfram að koma, þau eru simpin maður. Við vorum bara að sitja, sko, að mála á fucking ömult málbíl. Það kert yfir 6 krakka í Keflavík. Þau eru fucking mála maður. Þetta var það svona, oh shit maður, ég er bara mad bleeding. Tjekka maður, maður með blóð á fótum. Hvað er það, fucking, who did this Hvað maður? veit ekki hvað þetta? Ég var að kroppa eitthvað, skiptir ekki máli maður. En we'll just leave that there. Hvað er eitthvað svona verkefni sem er svona var stærri og skemmtilegur því heldur en málsáttunum og svona?
Sko, fórstu að gera? ég reyndi að sækja fullt hérna í Reykjanesbæ og það er hann að það er staður þar sem byrjaðan ég er og beint á móti því var svona kebabstaður og það er svona blokk fyrir ofan, það er svona núna svartur tóma veggur. Já. Ég reyndi svo mikið að tala við Reykjanesbæ til að fá þann vegg til að gera svona ljósabæ Já. ljósanóttu vegg, þú veist, til að sína hvernig það er, eða hvernig það var í fortíðinni whatever, við langaði bara að sníka inn fullt en vinum á vegginu eða eitthvað Já. og þau var bara eitthvað, já, við skulum hafa samband svo kom gaurinn bara eitthvað, nei Já. Er það hinum með Pepsi-vekkin? Það er huge Pepsi ad á það hjá Sambíunum? já, þetta er bara svona einmitt hérna Já, bara hinum Sambíu hér og hérna Já, akkurat. ég reyndi líka, það var líka eitt veggur hjá hana Thai Keflavík Já. en það er svo, Sorry. það var ekki hægt að koma að stað og þetta er svona mjótt sko, það kemst svona ein mannska Dýrlega. Þannig ef við ætlum að hafa lifti þurftu að hafa alveg huge lifti til að og það er ekki eins og tíma að borga þar sko. Nei, Reykjanes er ekki neitt svolítið bara cheap máling og Nei, þetta var alveg cold í máling sko. Ok, það er það. Já, ég meina það er svona allt sem við setja götur að það alltaf mála aftur og aftur. Já, það er líka, svona. Þetta er svo mikið úti og margir að stíja á þetta og flagnar geðan tíman sko. Svo bara snjór og rigning endalist inn Án tjók sko. bara þannig sko. Ég var svo spenntur fyrir einu verki ég fræk, oh my god, ég er bara tækið þar til að gera það bara ritning í svona vikur Come on. Hvernig er það, þú veist ef það er eitthvað listamæður inn í Keflavík núna að hlusta á það, ef hann myndi vilja gera verkefni með Reykjanesbæ eða eitthvað, hvernig ferð þú út að nógu til að finna svona verkefni? Þú, sko, það er bara svona besta bara leita alls það bara eða stendur bara Facebook. Þú ert að vera alveg miðaldra manneskja til að fara á Facebook til að kíkja að dala sko. Samt sko, það er auðvitað hana. Já, þetta var bara svona hvernig var það aftur? Ég geti bara kattað í það Það er alltaf það ef þetta er sko, það er alltaf með Fórstu bara gegnum Reykjanesbæ síðan eða eitthvað svona? Ég fyrir gegnum Reykjanesbæ síður, Facebook síður. Það var eitt skipti í fyrra þannig að það var ein búð sem ég vikli ekki minnast á, kannski geti eigendur hlusta á en þeir komum bara eitthvað, já, getur gert vegg fyrir okkur ég bara, alright þetta er kannski, ég var búist við kannski svona stóna veggi eða eitthvað, basic ass veggi svo kom hann, nei, ég er bara með úlpunum minna ég bara, stýr hann út sýnir mér vegg úti og hann er kannski aðeins hann er kannski svona hvað stærða, 2 mannskjum eða verður svona standa hérna eitthvað Já, svona 4-5 metrar eða eitthvað Já, eitthvað þannig, ég er bara svona, ok þetta er mjög stórt, en ég get gert það bara eitthvað, hvað ertu að horfa á? Ég bara, hýtti svo upp, ég bara eitthvað ég sagði ekki reitt við hann, haustu ég bara Fuck Ég er bara svona, ok, fuck Too big Og svo kom hann, já, hvernig getur byrjað á þessu? Ég bara eitthvað Þú veist, ég var ekki vinna að græja eitthvað, ég held að þeim myndi að redda því Já Svo fann ég út að ég þurfti að tala við konuna sem var yfir þessu og ég var svona útskýra hugmyndir og bara, já, ok, þú fær starfið ég bara, nice, það rettaði það á nokkur hlutum 1-2 dögur setna bara, já, sorry við ákveðum að retta annan listamann Great og ég bara eitthvað, þið voru búin að Já, ég var búin að gera teikningar eftir teikningar, svo kom við eitthvað já, hann er með háskólamöntun og ég bara það grínast maður fucking A veist, ég var svona samtíma verið thank god ég er ekki að gera svona stóft en samtíma bara það hefði verið cool opportunity og svo veist ef það hefði verið ekki klárað skilur það var bara og svo næstu stór sem ég var að segja bara já annarkvort þarf að taka önni í lista háskóla eða vera búin að útskjárast ég bara wow maður því listin er eitthvað sem þú verður að klára háskóla fyrir já þetta er bara definitely þetta er mikið að bara ég syngdi bara í mig þessar teikningar og þau var bara eitthvað já bara svona ég kom bara við að ég get unnið bara mjög hratt sko það var eitt skipti sem ég var að vinna hjá frænda mínum og ég var mjög ringið með það því að þetta var þegar COVID var í gangi sko þannig að pappa frænda mínum var alltaf að vinna úti svo kom hann til Íslands hann var hvað 2-3 vekja softkvík sko ég var bara svona mál teikna hér og þar og svo bara ég þarf að læra þannig að ef þú ætlar að taka listur ekki gera það bara brjála sketsjúl sko þannig ég var bara svona smá og svo ákveða allir í COVID-inu ég ætla líka að byrja að mála
Þannig allar málingar sem ég vantaði að vera uppseldur. Ég að býðast í 3 mánuði fyrir sumt á þessu. Á, bara svona fyrir stráið og allt það. Já, ég bara mála bara eitthvað svona ögg sko. Já. Bara láta Og passa alltaf málingin var bara uppseld bara. Ég gat keypt svona cheap málinga en ég vildi hafa svona það sem myndi ekki flagna af þannig að myndi vera alveg tíma. Og ég bara Fucking fari. Já. En svona besti staðina til að fá svona einhverja listagræður Sliffjörlega í listatíma eitthvað. Það fyrir eitthvað svona 25% afslutur. Ekki spons. Mórs. Já, það er ekki bara ef þú ert í skólanum. Já, bara ég keypti eitthvað fullt af unum. Já, svona mikið afslutur. Wow. Easy maður, easy peasy sko. Ég er ekkert að fara að eimið svona aftur sko. Það er grætt. Ég bara að fá ég gæti keypti eitthvað fullt af staffi heldur en bara með að kannski eina bók eitthvað annað. Ok. Ekki séns ég var aftur þar. Hefur ekki pælt í svona myndu fara í háskólanum þá fyrir listanum? Já, ég veit ekki hvort mér langar að vera á Íslandi eða svona pröfa að fara út. Ég var svona, ok, ég ætla að fara til Bretland sínám en svo bara, ég þarf ekki partur lengur á eitthvað Evrópu sambandinu. Já. Hann er ennþá meiri vinna. Ég er svona Þú er ekki alltaf mannvinn, er hann ekki ennþá er hann hættur hana? Nei, hann er hættur. Já, ok. Hann var það lengi með. Já, hann fokkin 4 ára í Bretlandi í skóla sko. Ég meina svo var ég að spá að fara til Bandaríkjanna healthcare system eða þar. What do you mean, it's perfect? Nei, fokkin frændi við býr og hann bara gauður, þetta er eitthvað það verstu mistökk sem ég ger sko. Ég fekk okkur kílóin daginn og hann bara drullaði yfir þetta. Bara, það myndi aldrei flytta aftur til Ameríku. Bara allt svo rándýrt og ef lendir í sleysi þá erst þú liable að alls konar shit sko. Nei, svo líka er ég svona típan sem er svona mér líka við Íslands loft sko. Þegar ég er úti það er bara Já, það er en við fættumst hérna skilum, við erum alltaf búin að vera hana alltaf erum ekki með heim úr flugið eða eitthvað það er svona, my climate skilur. Ég fíla að það er svona smá kalt skilur, það er bara engin vindur og... Já, svona líka, ég myndi alveg dyrka einu skipt sem myndi búa í útlöndum var kannski að vera að vinna í myndasögu fyrirtæki sko. Já, þá er bara svona, ok, þá hef ég ástæði til að búa en í stæð fyrir að vera bara svona Mér langar ennþá alveg að flytja eventually við að fá nóg mikið pening á netinu bara flytja til Pólland eða það er fullt af svona löndum í Evrópu sem eru fucking falleg og skemmtileg og útýr bara svona, núna er svona allt svo skefið í COVID sko, þannig að maður þurfi ekki að fara neins þar. Já, nákvæmlega, ég er svona ég get ekki beðið eftir að prófa þetta og svo bara COVID ég svona Ég ætla aftur til Amsterdam það er búið að spila lang Ég er spenntur að fara til Amsterdam sko. Ég fara í október og nóvember sko. Shit, ok Ætlar að partake in the legal weed þannig sem er löglegt í Hollandi? Nei, sko, ég totally ekki I wouldn't dare, no Nei, bara gaur, ef ertu að fara með fjölskyldinu eða bara þú? Nei, ég og 2 vinur mínir, sko Gaur, þetta verður awesome, sko, þetta verður fucking skemmtilegt Gaur, ándjóks Vitið þið hvar þið verðið? Við erum svona nálægt miðinni Nei, við erum bara alltaf búin að segja þegar við erum í partíum bara absurd Já, akkurat Þannig að við erum kannski alltaf ættum að fara í október og nóvember og svo ættum við fáum ykkur kannski í nokkur skotum við eitthvað við erum bara Amsterdam Er þið búin að panta með hana? Já, ok Við erum alltaf bara að segja Amsterdam Já, þú veist, þetta er skemmtilegt, sko Líka bara, þú veist the drink culture og svona bars og þeir eru fucking skemmtilegir og the weeds, pretty good gerðu þetta ef þú færi að Van Gogh Museum Nei, ég er ekki að fara að gera weed sko, Ég er ekki að fara að gera weed en þú veist þetta, það segja allir svona classic tourist sem ættir að prófa ef þú færi í Van Gogh Museum prófa að taka svona space cake svona edibles og svo bara, þú veist, fylgjast með málverkunum En svo líka með málverk í söfn þetta er ekki allt svona ef það segir bara, yeah, this is the original þetta er yfirleitt ekki original þegar mikið þessu skemmtist fyrir lenga þetta er bara recreation sko, Getalega, sko, mér fannst Van Gogh Museum ekki eitthvað svaka interesting sko Nei, þetta er líka bara svona sama með Van Gogh er svo áhugaður þegar þú veitir alveg hvað hann fór í gegn Já, ég horfði á nokkra heimildamöndir eftir á það var meira áhugavert en safnið til bjána sko ég horfði á myndina með Willem Dafoe ég man ekki hvað hann heit Jú, ég man kænda eftir því Já, at Eternity's Gate eitthvað, ég man ekki okay. En þetta er svona getum svona andlega hugsun hans hvað hann fór í gegnum og svona, wow Fucked up, sko Engin var svona respekt hann, sko Nei Það var virkilega bara Fyrir sent eftir hann dó, þá voru málverkin hans stórin
byrja að vera seld og Já, það byrja mikið með svona málverk bara eitthvað, þú ert fucking ömur bara, svona deyður í 5 ára eitthvað þeir eru bara, oh my god, þú ert besti. Þannig að þú veist til mig, þú voru að deyja 27 ára, skilur, that's the pinnacle. Það var þetta búið. Fucking overdose að listaverum. Huffing paint eitthvað maður. You went out like you came in, bro. Já, þessu degi bara eitthvað, oh my god. Það myndir eitthvað bara að vera að sæta eitthvað samfélagsmiðum, oh my god, setja myndið það sem ég gert, hann var svo góður, ég vildi að ég geti þeitt þess að þó ég kipti aldrei neitt frá honum þótt að ég var bara alltaf að labba frá mér verkinu hans. Ég var talað labba frá mér verk á listasýningunni. Já, ok. Ég mætti náttúrulega einast það svona klukkutíma fyrir lokun, ég var svona alltaf bara að bros á kinn, bara svona góðan daginn, við alla og þeir bara annað þeir löfðu alltaf svona burtu eða bara daginn, svo var ég svona hei, já, ég þarf að las myndina hérna. Það var bara, ert þú listamaður, ert þú? Og maður svona, þú fórst bókstæðlega bara ghosta mér þetta. En ég hef svona útskýri verkin. Ég haf með svo flókin verkan, ég þurfti að gera 2 ritgerðir þetta, þess að já, þesta Þórverk þýr þetta hér, Bítuverk fyrir þýr þetta hérna. Já, þú þurfti að gera ritgerð verkefni sem þú gerir. Ég var bara að fá alltaf mikið spurninga og þú svo staffi var bara að gerði ritgerðum. Þú kannski gera eitthvað verk og bara það er eiginlega engin hugmynd behind this, it's just a picture. Og svo líka var ég með svona túspenna eða svona akríltús til að svona laga smá línur. Þannig það var alltaf einhver þetta var eitthvað saman tíma þar sem krakka var eitthvað að fara á miklisöfn. Það var eitthvað önnur listasýning í gangi fyrir krakka eitthvað. Þannig þeir voru alltaf svona íta í Þórmyndina og ég kom með í fóðar og bara hei, ekki láta krakkar að íta á þetta. Og komið svona, en ég er búin að segja henni, ég meira ekki gera, ég var að setja þetta hérna, það er mjög sterk lykt af þetta myndi bara festast í puttana í svona 2 vikur og bara, hún tók svo. Þetta er gott trikk maður, ég veist með paintings, seti bara eitthvað svona stíki síta á það og bara að vera krakkinn óksli. Þessu líka, það var alltaf eitthvað fólk bara eitthvað, ert að selja, ég bara eitthvað, já, veist hvað er svona læsta sem myndi fara í og það, þú veist, Þór, ég myndi kannski segja 50-60 svona. Og þetta er það stórt verk, sko. Bara, ok, mér langar að kaupa þetta. Ég bara, alright. Og svo gáði mér upplýsingar sínar og segði mér til að koma aftur og bara ekkert. Finnst þið þig? Ég reyndi, ekki svara. Ég fann wow. En það er bara, þú veist, nú ertu líka sölumæður, skilur. Þú fattar, nú ertu að koma í list og nú þarftu líka að vera sölumæður og það, fólk mun beila. Já, mér langar svo mikið að hafa arða sýningu, bara svona, segjum við svo ljósanættisýningu eða verður ljósan á. Þannig að mér langar að gera svona charity sýningu. Á það ekki bara verið eftir like a couple weeks? September eitthvað, fyrsta vík. Jú, fyrsta vík september. Helginu eitthvað. Sweet. Ljósanætt skemmlega. Já, mér langar að hafa listasýningu. þar sem ég hef bara fullt af verkum þá kannski, þetta fyrir á 5 10, 15, 20 bara eitthvað þannig og þetta fyrir bara til eitthvað svona charity eða góðgerð eða eitthvað og þetta fyrir bara til eitthvað svona kannski til fólk sem er hjálpað með lífinu sem er ekki með okkur lengur út af sjúkdómurum það er eitthvað sem ég get hjálpað ég get do that man sell some shit svo verður bara að byrja að gera svona þú veist hræðileg abstract art sem þú hatar og bara 400 skall ég stundum bara svona legg alveg hjarta við sem sé eitthvað sýningu bara eitthvað skvettumáling svona bara já þetta seldi 600 ég svona en svo líka með list ég reynda að fekk þetta bara ráð frá stjórum minnum gamla, þetta er alveg gott hvort myndir vilja byggja þetta hægt og róla upp það sem verður ánar og er alltaf betur list eða viltu bara vera strax frægur og það list núna er basically allt veist, þetta er hérna alltaf. List við erum að koma okkar skoðanir út veist, það er miskið að finna að hugsa þannig alltaf þegar ég er að taka upp podcast að hugsa alltaf eitthvað svona eitthvað sadgauður í bílunum sinum veist, eitthvað rútu eða eitthvað og hann er að keyra 8 tíma á dag og nú er hann að hlusta okkur bara eitthvað man, art and shit you know, veist, bara, þetta er gaman sko þetta er listaverk með nei sko eins og fyrir nokkrum árum það var svona gaur í kassa hann var svona liggjandi þetta var svona livestream það sem hann var bara liggjandi í einhvern kassa og verðist að tala svona alvörni svona art installation hann svona var í kassunum já hann var bara í kassa fekk svona mat
Það var að kippa í og já bara þá Íslandi eða? Já, Holy shit, fucking Gaurin gerði það, fór á toppin. Hvað er hann núna? Hvað er hann? Nákvæmlega, hann hefur gert verk hér og þar. Hvað er hann? Já. Mér langar frekar bara að byggja svona respectable career. Svo eitthvað annars sem var eitthvað nýlega sem gerði eitthvað úr skítni sínum. Að setja bara í svona, þú veist, svona leir, þannig að þú veist eins og hvernig það var í grunnskólanum. Já Að bara gera það og bara, já, hérna er list af kúkna mínum. Þetta er mjög svipað og bara svona eins og samfélagsmiðlar er núna. Það er allt svona shock factor. Já, þetta var bara Look at my poo. Hann gerði það fucking skíti og hann bara, já, ég gerði það skíti og fekk nokka greiningar og bara, Nice, the fuck. nice, very cool, ok. Við þurfum að kúka á þessu podcasti. You gotta realize this. Við þurfum að kúka á þetta borðina. Þessu líka er bara svona, þú veist, það er allt. Ég fór eitthvað áður en sýningin mín var önnur sýningin gangi þar sem var bara svona þessi bólur er eitthvað málaður og ennþá eitthvað lekandi og ég bara svo svona rammi hvað eitthvað 8 rammar eitthvað af einhverju manneski bara klæða þessi fara minni úr fötunum og fara ekki um vegg ég bara eitthvað what? Svo var það einhver það er svona massive skjávarpari veggur og huge og þú sást alveg í myndbandi þetta það var eitthvað drukkin manneski bara eitthvað já, þetta og bara hvernig er þetta? Finnst þið mikið að arti, þú veist, nowadays bara crap, right? Já, þú veist, það er bara svona mér langar að hafa alltaf verkunum mínum, þú veist, svo fullt af detaila sem þú horfur bara, wow, ég fatt að þetta ekki Já, alltaf að finna eitthvað nýtt út og svona en það er yfirlt það sem er bara svona segjum við svo þetta veggspjald bara, þetta væri bara svart og guld og það bara, já, þetta seldist á 800.000 Akkurat Það var mjög næs ef ég myndi búið til svona bara, já, 870.000 Já, þetta er bara svona það er eins og fólk vilja ekki bara hafa detail lengur það vilja bara hafa svona mjög basic, sko Já, það er Mér finnst eitthvað svo cool með þessu þetta og sem þú ert að gera þetta er mikið sett í þetta Já, líka eins og mikið áhrif sem situr í þetta og detail og svona eins og með Þórverki sem ég gerði ég minnst að ég veit ekki hversu mörg sundum Já. þar sem ég var svona ég var með gömlu myndasöfum fyrir reference Já, og ég, ok, hvernig lita hann útkannar á þessu tímabili hann er alltaf miksað til að passa alveg 100% það var ekki, þá var bara þannig að þetta er bara svo mjög mikið eye candy, sko Já þetta er frábært að horfa á drykkin, sko Já eftir hann að reunion partyinu Já, Jesus man ég fór eitthvað á klóstur, ég var svona stefn bara Fuck, ok, sko, en ég og Hilmir, við erum alltaf vorum í saman í grunnskóla 0-0 Alltaf skóla 2000 árgangur og þetta er 5 ára grunnskóla ammali, eða ekki, var það ekki? Jú, þetta sé að við útskrifumst Já, við tókum 5 ára fermingamli í fyrra, það var mjög gaman og það var kekjað nokkuð fights og ég veist skemmtilegt með þetta því maður kemur tilbaka og sé alveg ok þessi mannski hefur breyst, þessi voru lítið Já, það var bara ángrís, bara what the fuck Það er eiginlega fullt af fólki að hugsa okkur það sama, skilur bara nú fyrir ekki ennþá bara að reyna að vera podcastar eða samþinn, skilur og það meist mjög gaman að sjá okkur allt aftur, skilur og svo líka að því núna erum við fullorinn það er allir bara drukkin off their ass og ég veit að sko í þetta skipti gerist svona á Hero Bowl og god damn, ég var með svona 8 glös eða eitthvað Já, svo líka er að bara svona, maður þekkir svo marga maður svona, þessu, ég ætla að gera þetta svo er bara svona, er í basic vinnu ég er alltaf að reyna, núna er ég bara svona að reyna að fókusa það sem ég fæ actually drauma lífið mitt, sko mér langar bara að vera miðaldra maður, kannski krakkan í háskóla er með eitthvað vínispila hérna bara svona í fancy ass húsi, sko En krakkið mér að vera háskóla, ekki fucking kjaftaði, sko Don't fuck with me, kid Kid that I don't have Ég pæli eftir mig mikið líka en maður var að passa sig að vera ekki ómikið bara eins og maður sé eitthvað perfect Nei, ég er alltaf svona ég er með, á Instagram Hilmir Þór, eða Hilmir 2K, ég man ekki ég er svona, ætti ég að posta ég er svona ég er alltaf þannig TikTok, man, join 2021, baby Já, ég er bara svona, hef ég nokkuð tíma fyrir þetta, ætti ég stuði bara svona fucking pussy ég er fucking auðmikið að gefa á sig Þú hefur tíma, sko fucking fólk er bara, hvað er þetta geggja ég er bara svona, ég sé þetta Ég er, bara til dæmis það er gauð sem kom inn sem er hann photographer, hann heitir Snjókallin snjókallin.is, check it out og hann
kveikti svolítið í mér að bara hætti að vera bitch og byrja að posta meira, á TikTok og svona og ég gerði bara sama hann, bara 1 post á dag og nú komin í 2 post á dag á TikTok. Já, ég held að það er svona léttara fyrir þig og þú varst búin að vera Já, ég vanur þessu skilur, ég vanur að vera alltaf á Snapchat og svona. Já, slíka YouTube og þú svona vanur þessu. Ég elska að búa til eitthvað svona bara anything funny skilur eins og ég byrjaði að pæla í þessu rosalega mikið í gær, ég hef alltaf verið að klippa. Þú varst þú ekki mikið að klippa í grunnskóla og svona stuttmyndir og eitthvað? Nei, ég gerði það bara svona í fyrra eitthvað ef vinur minn gerir stuttmynd ég gerir bara bókstaflega eðirk myndir að gera svona special edition. Já, ég skilji. Bara maður fara að lána all the footage, just bara a special project. Já, vinur minn gaf mér eitthvað 40 GB fyrir það eftir og ég klippti og sjáði hans reaction og hann bara eitthvað hver að bættir þetta af þetta? Það er alltaf skemmt, mér varst svo gaman alltaf bara en ég lærði það frá YouTube bara að vera að klippa, það er skemmt að búa til eitthvað svona en sem ég fattar núna, ég hef engan áhuga að fara í kvikmyndaskóla og læra ekki að bíómyndir mér langar bara að klippa, fyndið shit bara... Kvikmyndaskólinn, ég þekki bara fólk, ég veit ekki hvernig það er don't throw shit at me þetta er bara svona það er að nota svona gamla tækni og eitthvað, þetta er ekki svona alveg verið nútímalagt þannig að það er ekki alveg svona besta mentin, kannski enn á Íslandi og þú fær kannski, þú ert að gera stuttmynd fær kannski svona budget af 100 sem er alveg mikið en bara svona samt allan eitt fyrir stuttmyndir eða fyrir myndir skilur þú veist að eyða eitthvað miljón á önni eitthvað í lista nei svona sko ég veit þetta eins og þetta er hérna þú veist turki villi er í Holta sem aukur hann tala mjög mikið með þetta háskólan hann er ekkert í kvikmyndaskólan eitt svona en með háskólan sérstaklega það er ekki mikið þú veist kannski ekki mikið að fara að læra einna hvernig býr til kvikmynda eitthvað svona en þú fær hópin þú kynnist fólki sem er að búa til kvikmyndir það er allan á gott eða skrifu já það er alveg gott mér langar alltaf að gera svona stuttmynd þar sem ég las eitthvað þannig að Jack Kirby sem er mest þekktið fyrir að gera basically helminga fræg óðutjúning á Marvel og DC og var hann hvað gerði aftur Jack Kirby var hann gerði Fantastic Four X-Men var hann málari eða var hann writer teiknari og writer en þannig að ég las ykkur viðtali hann var bara það svona obsessed við list þegar hann var að keira hann byrjaði að sjá allt svona sem list og hann byrjaði svona byrjaði ok, ég sé þetta í grunntekningu og eitthvað svona lendir næst í bílskils að hann var þurfti að skuttla hann ég bara svona, vá, hvað mikið er mynd sem heitir eitthvað ég veit í Comic-Con þar sem aðeins búin að vinna það mikið bara losing touch við svona reality dude, það er svolítið svipa en hefur þessi bíómyndar Free Guy sem var að koma út nei, ég eftir að hóra ok, ertu að fara að sjá hana? já, þú getur alveg spoila sko ja, veist, ég vil ekki eiginlega fyrir en mér finnst þú fucking ræðileg þú fucking shit hún var ágætlega fyndin en hún er Disney mynd hún finnst þú svolítið bandalega ef hún var R-rated með fucking hefur þessi Suicide Squad 9 eða gamla 9 eða ekki hún er fucking awesome sko ef ég fór á hana og svo daginn eftir fer ég á þessa og ég bara vá þetta er ekki doesn't compare sko því Suicide Squad er svo on point funny skilur hún er svo líka með DC þessum myndinu maður svona maður minnst á þessum mynd það var hörmulega nei þú var að horfa á þessa cut af myndinu þá er hún góð sko ég hef ekki ennþá séð það Snyder cut eins og ég horfa á Jens Bachmann Suma lengur útgáð að vera góð já bara extended sem kom út fyrir ykkur ára 30 mínútur lengri já mér fannst það að vera svona það passaði betur Snyder cut er ekki alveg ég nenni ekki endilega að horfa á Nick Square þú venst þessu en bara svona því ég sá því ég svona vá þetta er ég veit hvernig þú og Arna voru að tala með Christian Bale er besti ég er Ben Affleck í þessu vera ég var svo hyped þess að myndi voru komið en þeir bara let me down so fucking bad þú veist ég horfði á Suicide Squad 1 held ég var bara ok þetta er heitis svo líka með þess og hann að ég er bara dyrka hvernig það var svona ok þetta eru breyta en það var samt en þá takt við Origin og svo líka eins og Suicide Squad gerði myndina það bara já, gerðum trailer hei, þetta Queen trailer gekk vel við skulum klippa í saman takt við þetta og svo endur bara að gera eitthvað 8 öðruvísi útgáður já, þeir tóku ég var að heyra svo aftur í gær þeir tóku trailergörnir þeir ettu það, svo tóku David Ayer og svo setta kinda saman af því að þeir testu það hvort að það crowd fíla og allir, það fíla engin neitt af þessu þannig að settu saman og svo var þetta bara crap já, þetta var Suicide Squad gamla var on point
við hann að Joker level Já. of mature já, og svo bara já. eitthvað það var hitt sko En þú veist, nýja myndin hún, fyrir mig var hann eiginlega bara Marvel mynd aftur af því James Gunn er líka awesome hvernig hann ég svo líka, mér líka við að þurfa að fá svona creative control, veistu, svo Já. þar og í myndasum út að það er svona, ég vilt, ok, þú verður að gera nákvæmlega þetta, kannski sann ekki góð, þú veist, bara, núna er byrja að hafa svona meiri creative control, sko þannig að að varstu ekki þeir bara gera sín hugmynd gera list bara eitthvað, oh my god, hvað ég hatt það, nú er þetta, ok, Já. er þetta aðeins, akkurat þegar ná að koma hugmyndin sinni út skilju og bara já, svo líka finnst þið Guardians of the Galaxy góða myndir já, þú veist, já, mér fannst þeirra bara eitt af bestu Marvel myndunum þeir voru svo skemmtilegar þeir svona sko, talað Guardians, Já. ég heitti hann að gaurinn sem gerði hann að nýlega Guardians sögunar sem fór í myndinar já, ok hann Dan Abnett í Midgard hann ég Já, var minnst já. á að ég gerir svona list og eitthvað og ég syngdi nú svona þetta var 2019 og hann bara eitthvað, wow like, next year I'm gonna be back can you show me og ég bara eitthvað, of course já, já svo varst þú 2020 bara man ég var bara svo, fuck bara, ég er Bullshit. virkilega vonast að gerist eða gerist, það var í september já, þess ári en bara svona, mér langar að hitta þetta ég er með mikið svona bunga á þessu og hann sagði Já. Er þetta huge festival eða hlýtur að þetta er að hækka og hækka þetta er líka Já. svona fyrsta eitthvað núna væri þetta örugglega ennþá stærra sko af því fólk vill fara á þetta sko ég var svo líka það var ekki að tala með og kemur með verkinu það geti kannski hjálpar að fá vinnu í comic ég bara oh shit það komið bunga á þessu og svo god bara damn þetta er frustrating man það var svo ég var bara er eitthvað myndir á leiðinu sem þú ert virkilega lagt til eitthvað svona comic book eða eitthvað svona þú veist að Spiderman er ég svona já en svona, ég er svona menn gauðir sem bara ok, mér fíla svona alveg accurate til story þú veist Homecoming og Far From Home já þeir eru eiginlega ekki accurate en mér líka alveg við þar sko það er bara svona Disney saga skilja þetta er ekkert þú endilega veist ég myndi segja að gömlu Spiderman er svona top sérstaklega Já, tvö stæktin lengri er- útgáðan já, það tala um bíómyndir hann frá hvað heitir þetta director sem gerði Sam Raimi já þú veist lengri útgáðan 2 hún er klikku sko og bara geða skemmtilegt vilja og svona en ég líka ég fílaði þetta 3 alveg í botn þegar ég var krakki sko já hún er svona núna finnst mér ekki einn skemmtilegt að horfa á hana sko en þú veist, mér finnst það alveg svona skemmtilega en gaurinn var í viðtunum bara eitthvað gaur í fucking hat hann er búin að segja þetta er versta mynd sem ég gert En mér finnst samt svo gaman að vita allt þetta Sam Raimi, þú veist, fyrir ykkur sem þekkja ekki þú veist, hann bara hata þessa mynd hann reyndi svo mikið með 4 myndir að bara láta það vera besta mynd Já, og hann gerði fullt af storyboards og svo var þetta bara eitthvað viltu nokkuð gera þetta og bara eitthvað já ok þú hefur 1 ár myndi taka 2 ár ég vil til að gera og hann var bara svona fá það mikið shit frá hann og kom bara eitthvað veist hvað ég get ekki þá komu þeir bara viljum þakka þér fyrir ekki eða krónu á okkur peningi bara what hann basically, hvernig var þetta hann vildi hafa Vulture sem aðvondi gæðin já, þú veist, áður að byrja að taka upp 3 voru þeir bara ekki, nei, við ætlum að stjórna þessu já þeir voru Bara- búin að gera custom designs já, goddamn og svo var bara þeir vildu Venom, já, þeir vildu bara hafa Venom já, 100%. einn gaur Avi Arad sem vildi hafa hann bara eitthvað hei, hann gerir eitthvað fullt af fake emails for fans hann var bara eitthvað hérna, þeir vilja fá Venom og hann var bara eitthvað við erum komin það langt, við getum ekki bætt Venom hlustaðu, viltu hafa ádæðendur og hann bara eitthvað, ha við erum að bæta Venom en ég, sem krakki þú veist, og Spider-Man leikstjóran 3 líkar maður. ekki eins og við Venom Nei, hann Sam Raimi hataði Venom og en líka best að vita þegar að horfa á myndina núna þá gjössamlega dreipur hann Venom bara gjössamlega, þú veist, þegar hann electrocutar hann þá sérðu þetta skeleton hvernig Já. það skilur til að make sure hann er dauður bara sko, uppálega hugmyndin á þess var sem hann reyndi að láta vera smá svona Evil Dead-ish það sem slímið fyrir á hann það myndi koma svona hey porkur þá var húðin að vera svona alveg dauð og svo þegar hann rífa þú veist þessu hann setur hann í hringin eitthvað og bara Já, slammar í já. það átti hann að vera svona alveg svona Venom beina grind sko að þau var bara eitthvað, nei við viljum gera Venom sólumynd og hann bara og þeir fengi ekki að sjá síðustu útgáðan hann draf Venom af hann já, akkurat þannig að var ekki hægt til að gera en ég fílaði sko með svona comic book myndir alltaf sem ég hlaka til þegar ég fer á þessar myndir er bara að sjá the characters Þú veist, þó að stundum er sögunar ekki það skemmtilega mér finnst gaman að sjá Venom gera eitthvað skilur já, svo ég líka hlaka til að sjá Carnage í Venom 2 skilur bara hvað já, Hvað myndi verður var fucking þetta er eitthvað mjög ádeilir núna en
myndið var senkað með 3 vikur. Já, hvernig áttan að koma út? Hvað, eitthvað, september eða eitthvað? Það kemur kannski bara í desember eða eitthvað Það er bara Já, svo fucking Christmas Spider-Man myndi núna, bara svona, ok, núna þessi karakter bætast Og myndi átti ekki að vera svona multiverse shit Þú veist, fá Andrew Já, Ég veit það ekki. ég eftir að COVID byrja þá er ég búin að svona purposely ekki fylgjast með þessu að ég hlakka til þegar myndir að byrja að koma aftur og ég veit ekki neitt það verður bara svona exciting að fucking En svo líka, ég var að lesa með hana listamenn og eitthvað hjá Marvel og comic writers Infinity War Endgame highest grossing myndir alla tíma og hvað fekk Gauri sem gerði það? Gauri sem gerði myndir svona, hvað fekk hann mikið? Já Hann fekk $5,000 Fuck him I'm bjókið til the MCU man Gauð, það er ekki eins og að gerði Fuck him Og þetta fucking Gaurinn sem bara gerði eins og Civil War, Winter Soldier það er bara, þú fær bara $5,000 vindur kannski að billjónir En þú veist, það er bara That's what it is, sko Það er ekki enga reglu sem ef þú býtir comic book eftir 40 ár ef að vera klikka myndir Þú sko, það er eitthvað sem að ég hef það rétt fyrir Image Comic og gerir karakter, þá átt þú réttindin á karakterum Er ekki Dark Horse þannig líka? Jú, Dark Horse líka, sko Þú veist, þess að Gaurinn sem gerir Walking Dead, það er huge seria Hann á bara ennþá creative control Það er ástæða Marvel og DC eru stæðstu og hafa aldrei farið undir haldið sér svona uppi þeir líka eigi allt þetta shit núna er þetta allt popping off að fíla þetta comic book movie skilur þeir eigi öll þessi IPs Svo líka er sem í karakter sem er bara, já, ég gerði allt þess að Bob Kane hann upp bara Batman útgáns rauður bólur og eitthvað Hver var það aftur? Bob Kane og einna Bill Finger gerði allt Já, en fekk ekki kredit Hann fekk ekki neitt kredit fangur til eitthvað fyrsta kredit sem ég fekk fyrir var í Batman Zoom 1 og þeir gerði karakter 1939 og þetta var bara svona hann gerði allt og Bob Kane bara eitthvað já, ég gerði allt no flex, bara Þetta er classic saga í bara í öllum fyrirtækjum eiginlega eins og McDonald's, þú veist, þeir eru þessi bíómyndir sem kom út Það meina Michael Keaton Já, hún var awesome bara, en ég vissi þess að sögur áður við skilur það voru 2 gauðir sem byrjuði McDonald's booth í Iowa eða eitthvað shit og svo kemur þessi Bob Kane og býr til the franchise deal þannig að fólk getur, þú getur ekki ennþá gert þetta í dag það kostar eitthvað $1 million fyrir til að startup cost fyrir McDonald's þannig að þú getur bara byrjað McDonald's anywhere og þess að Michael Keaton character kom að gera það skilur og nú er hann það ríkasti og þessi 2 gaurar eru bara Þess líka eins og það var gerst eitthvað 1978 eða eitthvað það sem Neil Adams sem er ég þekkti fyrir að gera Batman svona aftur svona mature eiginlega og hann fann út að gaurinn sem gerir Zoom-1 og þetta var eitthvað nýtt þannig svona mikið peningur þetta var lítið núna var alveg mikið á þessum tímabili og Zoom-1 var búin að græða svo mikið hann var bara eitthvað heyr þeir eiga að skilja meiri réttindi á þessu þannig að hann var bara að berjast það mikið og hann fekk alveg fullt af listamennu og svo bara tilbúin til að hætta hann hefði bara ok, hérna fara alveg healthcare og eitthvað en samt þetta er samt ennþá svona slæmt ástand þetta er alltaf svona, þú veist, artists er alltaf fucked já, maður bara svona mér langar að vinna í þessu en á sama tíma bara svona við hvernig allt shady history sko. En þú veist, þú líka minnst gott með netal núna, þú getur bara séð það bara svart og hvít mér finnst rosalega gaman að búa til hluti þess að podcast og þetta vegspjald og allt þetta dót en ég veit líka hinpartur af þessu, ég verð að geta selt þetta ég verð að geta set mann út og svo reynda að borga fyrir eins og ég held að ég geta fengið skilur sko, allir artistar þurfa að vita það skilur, það er bara gæti, guður, það er enginn á þessu podcast á þér láta í kísmina bara gjössamlega sofna Hilmi, þú ert killing it sko. þú ert svo cozy, sjá hana sko, það er leka sko. en svo líka ég list á vill maður að fá borga og já, hvað er svona ég fór á dímið allt stofnaði afgang gera 18 flúsmyndir hvað gerir þessu? Ég fór á DeviantArt síðan já gera 18 flús account þannig að ég var að gera svona commission work að gera sumt að svona free og svo bara svona pay up sko ég fekk eitthvað í DM þú veist þetta er einn af svona þú veist sem við erum með svona kinks og fetishes og eitthvað
hann var bara hei, nennar að teikna þennan hérna staðar sem ég er liggjandi í rúminu og þessi karakter úr Já þetta var eitthvað ég man My ekki Little hvað Pony já, Já nennur að hafa hann fucking ríða mér Beautiful og ekki bara það, hann vildi hafa vel detail sko, ég hef svona Já, náður að gera náður að ég setja var við því að gera og það var eitthvað alltaf að borga eitthvað 50.000 og svo var hann eitthvað væti eitthvað meira request í þar sem hinn að það er baka og það runga sér yfir þessu og ég bara eitthvað, veistu hvað, ég er ekki að finna high detail I am not comfortable with this þannig ég deactivate á counter ég var svona gott money en þetta var fucking disgusting sko. Ég lend aldrei neina svona með freelance stöðum er alltaf bara, þú veist, getur þú tekið sólglega mér, getur þú gett þetta þú veist, fólk með fetish Já, þeir eru whole another level sko, þeir eru bara dude, aftan að þér Wake Up Late, hann að efst uppi hann er klámstjarnar í Íslandi að tala að hann var fucking skemmtilegt, bara að heyra hvernig hann er, þú veist, hann tekur bara upp klám, hann er með 2 kæristur þeir búið saman og þeir eru bara að taka upp, þú veist, fullt OnlyFans shit og eitthvað, ríða á, þeir voru í Vestmannum og ríða hann á golf course og eitthvað fór í fréttinnar og eitthvað fyrir þetta það er bara klámstjarnar, skilur kannski þetta bara að gera það, stopna OnlyFans og bara byrja að setja inn art þar og svona deviant art þér að ríða Bart Simpson eða eitthvað þú veist líka ég var að fá mér svona weird request ég veit þetta er out-of-proof fetish artagot, þú veist ég er frá búinst fyrir eitthvað basic fetish sko. Tófyrir segja eitthvað með bara eins og fyrir að Pornhub bara svona, þú veist, the basic stuff en mér líður svona deviant art er einungis My Little Pony klám þú veist, þú fyrir kannski að Pornhub og bara kannski svona, ok, basic og svo fyrir alveg vel niður það bara svona crazy shit sko, 6 svört tippi bara inn í munninum good time já, þetta var eitthvað það var þannig ég bara ekki að skækja Jesus man og þetta er ekki einu svona weird sem við gerst í list veist, ég var í partí eitthvað í fyrra já. bara nýrbæ hann að vinum minn bara hei viltu koma í þetta partí að ég bara svona veist hvað ég er ekki að gera neitt af hverju ekki og þá er þetta eitthvað fólk sem ég veit ennþá ekki hver er við erum bara ég minnst svona það var eitthvað já hvað gerir þú ég bara eitthvað ég er í list sýndum teikningar ertu í list kemur konan bara hérna tekur svona búinlega, hún er brjóstahaldara hún gerir draw me like your French girl ég sé bara eitthvað yes ég bara alright nei skils ég flæsum bara svona hún var svona í brjóstahaldara fórum bara úr bara útbólunum og er brjóstahaldarum það var alveg hérna varstu með penna eða hvað ætlaði ég bara fekk hún kom bara eitthvað lissadót ég bara eitthvað ok við eitthvað ég þarf að tala um þessa stelp á podcastinu hún bara eitthvað, you know what, I'm gonna make this little guy come tick nei, veistu hvað, þetta er ekki svo skrýtnast við það svo ég er hérna bara að teikna hana og ég er einmitt að fara brjóstpartinu kemur gaur hérna bara eitthvað og ég bara eitthvað hvað er það? og hann kom svona hérna næs og ég bara eitthvað ok svo kemur hann kvíslar eira mér gera brjóstina stærra og ég bara eitthvað what the fuck og kom hann ég hætti kæristu minn ég bara eitthvað ok, nú skil ég að beður ég bara hann kemur bara kvíslar stekkað du en ég muna hversu gott eru þau ekki þegar láka við erum í partí og mér langar alltaf að fá málverk að kæristu minni með stóbrjóst og nú lappa hann bara inn herru, elskan, farðu bólnum ég skal standa aftan á honum hann var bara eitthvað hann byrjar að fucking gera svona við axlunar bara flottur strákur góður strákur þetta var bara svo fucking weird sleikir eiginlega þetta eitthvað og svo kíkti hún á teikningu og bara og svo fór hún að drekka ég bara svona nice man þetta var bara svona þú notaði bara hún bara eitthvað yeah paint me bitch já ég var svona ég held að fyrst var ekki að reyða svo bara séðan fucking son of a bitch fucking hann svona hvað 10 cm hæra hann í eitthvað svona já þú veist bara kökkaður út af einhverjum málverki son of a bitch that's life þú veit Hilmir varstu þú alltaf í Holtaskóla já þannig að hvað er svona ertu með eitthvað sögur sem stendur út frá grunnskóla mér langar alltaf ef ég tala um fólk frá Holta sko hjá mér
og það læknarnir voru fucking heimski með það. Læknar. Ég var hana í aparólunni Já. og í svona hönskum og ég svona ég bara, svo lendi ég svona hérna Já, og þú var að útskýra fyrir hlustundur. já, ok, sorry, ég lendi hérna hvað heitir þetta? Ok, svona undir eitthvað puttanum mínum eða svona Við erum sælir íslenska. Þetta er eina höndin þetta er höndin Þetta er hana lóin. já, lóin, ég lendi á lóinni og það kemur svona Já, brýtum einu bara. og ég var bara svona alveg vel svo sko, þau voru bara, ég held að ég var svona hann tóknaðist, ég bara ég næði ekki svona hreyfar, ég var eitthvað fastur bara með puttar upp í, 2 puttar upp í þetta var bara hræðilegt Já. og svo kom læknirinn og snerti og ég bara er þetta vond, ég bara eitthvað já, og svo bara, ok, þú fyrir bara tegjunsokk og ég bara eitthvað, ha og svo fer ég setna hann leit mér fá gifs Já. en ég átti að fara í aðgerð og þetta var það slæmt Dude, það er alltaf einhvern ný mannskjarni Keflavík að koma og segja sömu sögur þess að fucking lækna hérna. ok, Við veit ekkert hvað það er að gera. ekki bara það, ég er ennþá svona busted hérna í höndinni sko. Nú, finnir þú eitthvað svona það var stundum eitthvað tímbil þar sem höndin myndi bara fara bara poppa út bara. Shit, og ég fæst svona þú veist, hérna er bara svona smooth hérna er svona Já, ég vinstri þá er svona smooth og hæri þá bara eftir að boxa hérna mörg ári, ég bara ónýttur hérna alls bara, ég myndi alveg trúa því sko. þú bara sem dæmi gamli stjóri minn hann var, he was in the habit að lemja vegginn sinn þegar kærastans var pinnan og hann geraði tvis, hann braut hendur sinna tvisvar þegar hann var yfir hérna á dómur hans og þú veist þannig að í setna skipti held ég þá veit að fokka hann upp hann braut hendurna, right, og þumalli var eitthvað fucked og þeir settu hendurna saman vittlusa, bara eitthvað skakka þannig að þurfti að vera gifseldi tvisvar og þú veist fullt nokkra aðgerðir og eitthvað sétt og þetta tók bara ógæslega langa tíma og nú er hann ennþá ég held að nökkvin nökkul ofan á er bara þú veist, bara bógin og eitthvað sétt þetta er bara fuckað upp hendin hans já, fucking mínu hönd ég reyndi að kæra en svona 10 ár setna og bara já, damn, varstu bara svona ungur bara 5 ára eða 6 ára eitthvað nei, 10 ár, wow 8-9, ég var eitthvað 8-9 eitthvað shit, man grunnskóli, mér finnst alveg gaman hann í Holtskóla hvernig fannst þið það? sko, það var svona tímabil þar sem ég svona ég ætti að reyna með eitthvað annar og svona painful augljóst þannig að ég var svona get cringy og svo bara svo hætti að róla og var svona var bara hey þú varst definitely way more svona chillari eftir að við byrjum með FS og eitthvað svona og líka bara svona 10. bekk og eitthvað já, ok, 10 fucking það var svona part þess að vinahópur okkar sem ég og Frikir var í það var svona þetta var eitthvað spes-sófi það var svona bara ég var alltaf frá úr þessum vinahópar ég byrjaði að hanga með yngri krökkum í 10. bekk að ég nefndi ekki að vera hann inn í þetta var svona 8-9 þetta var svona þú mást þessu rauði weird sófi já, ég vorum alltaf að chilla hann í bókasamni já, ég var alltaf að chilla með 3 vinum mínum svo var eitthvað 0-1 og við máum alltaf að gera eitthvað crazy en það heyrðist svona öskri okk já, það þú veist, grunnskóla var bara svona, þú veist ég er alltaf þegar hætti í fótbolt og byrjaði að boxi þannig ætti ég ekki aftur að fara eitthvað körfu og svona, þú veist, þannig að maður var annarkvæmt bara að fóra út eitthvað ég var uppi að bóksinu bara að chilla og spella og eitthvað það var alveg gaman, sko bara. Ég var alltaf kast að Svala var bara ég man ekki hvað hann já, Sal gamla kettlingin hann yfir í bóksinu allavega, hún var svona þið verður að fara út, strókar, svo kom eitthvað önnur sem ég man ekki hvað hann Jóhanna eitthvað hún kom svona, þið farið út bara byrjar að grípa hérna bara svona classic cartoon og fyrst í eirað og þá sagði við ekki fara að inn í bókasandi nei, má iPad-ið farin já það er fyrir maður Google bara setja svo hleyft okkur inn á bókasandi setti og hún var bara svona hélt að vera hóttin hún hélt að segja hún byrjaði að fríka út eða eitthvað hún sagði, þeir voru að hóta að virða þessu Jóhanna, við ætlum að fucking virða þér það er ekki ykkur úr skólinu fyrir iPad ég þurfti að tala við fucking skólastjóran og ég bara gauð my please for iPad nei, þú farið ekkert iPad-in aftur í bara hvernig get ég á sannað að þetta var stáðleift að grunna fókasandi Siri fucking fucked you up innan man Siri took það bara inn ég þurfti að vera eitthvað fucking ég mátti ekki þessi fá iPad og ég þurfti að gera verkefni í skóla ég bara please my son
mér líður svo svona á 5 ára fresti að minna það þá er grunnskólan alltaf að breyta svo mikið eins og núna er systir mín eitthvað 9-10 ára og hún er með hún er líka í Stapaskólum á nýja skólanum Já, það er eitthvað fancy hún er með hún er alltaf að segja mér að þeir í staðan fyrir að hafa svona bókastánu með smá hring sem okkar chillaði þá er þeir með heilt herbyggi sem allir bekkinir eða báðir bekkinir geta farið inn á saman tíma og þeir eru með eitthvað 15 sjóvörp fullt af tölum, það er allir með iPad skilur Ok, við vorum með eitthvað gamla S-tölvu sem virkaði var við vorum ég fengið iPad held í hvað 9. bekk ég fíla þetta aldrei á iPad nema fyrir ritgerði þá er alltaf fínt að geta gert það eitthvað svona í skólum en við máttum ekki svona nota síma fyrir tónlist FS Ég var svo fucking pirraður eftir í hvað, 1 ár eftir komin í FS eða eitthvað þá fann ég út að skólinn okkar fekk hana bara fucking Fatboy Cheers og það máttu bara iPadinu hvenær sem er og svo fann ég svo listabrið og búin að þróa að skrifa mikið þannig að þú kannst actually tekið svo byrjun áfangað og þess að myndi taka FS þannig ég sá allt einu 0-1 vinnum ég bara what the fuck goddamn ég er búin að vera where you came from Gauðir, við erum búin að tala allan anskotum er eitthvað svona sem við langar að tala eitthvað svona í framtíðinni sem er svona leiðinni hjá þér eitthvað í verkefni eða eitthvað svona ég er svona manneski sem er alltaf með ég er búin að gera alltaf fullt af verkefni svo ég er svona no, I'm chilling ég miklu alltaf laga en svo ég núna að vinna í eitthvað svona ég veit ekki hvort það komi núna ég er að vinna í svona cover recreation þú veist það sem ég tek segjum svo Suicide Squad nr. 1 Já, tekur þú cover í hjá þeim og bara kannski setja nýja karakteri bara að gera svona recreation eða eitthvað gerði það líka með Mandalorian ég postaði ekki einu sinni þegar hæpið fyrir sjón fór aðeins niður það var að bíða út að segja 3 eða af hverju postaði ekki nei, þetta ég er svona ég gerði það eftir svona hvað 2 mánuðum eftir að þáttinu kom loka þannig að það er komað segja 3 postaði bara strax þá sko skilji ertu bara á Instagram hvað getur fólk fundið ef vilja kaupa listaverk eftir eða skoða eitthvað svona ég er aðeins bara mest aktív á Instagram Hilmir 2K alright links in the description for that shit sendi á hann myndir af brjóstunum hann getur málaðir og tippamyndir þú veist hann er especially góður í nei ekki tippamyndir dick pics ég búin að geta tjókið eitthvað lengi að láta fólk senda dick pics á gestinu minna og það ég man í package-inu frá já veit konið bara hefur ekkert við sendið út ég bara nei ég hef tekið það út akkurat ég byrja ekki að tjóka eitthvað svona en ég er búin að fá tippamyndir and I don't like it I do not like it þú veist bara svona já sendi mér þetta og svo færði það bara what the fuck eitthvað bara geða gaman að sjá þig vonandi getur komið aftur hérna þegar það er other thing komið og þú getur talað kannski meira um það og frikki.r á TikTok það er my main shit núna sko Patreon á leiðinni fyrir svona bonus episode og svona það verður skemmtilegt kannski tökum við Holtaskóli behind the scenes extra podcast á því eða eitthvað það verður cool þannig að bara links in the description check it out